Frá örófi alda hefur mannfólk sóst eftir sambandi við annað mannfólk til þess að sækja eftir styrk og samkennd. Einkum hafa konur þótt hafa þörf fyrir samfélagslega tengsl og sótt til hverrar annarar styrk og bla, 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 bla. Nei, djók. Ég heiti Þórunn. Og ég heiti Þórana. Og þetta netsamfélag kvenna. Þetta Sigga. Hún fékk frábæra hugmynd en þorir ekki að segja neinum frá henni því það gæti einhver stolið henni. Hvað verður hugmyndin hennar Siggu? Ekki neitt. Þetta Gunna. Hún fékk líka frábæra hugmynd og hún ákvað að segja öllum frá henni sem nettu að hlusta. Og hvað kom fyrir hugmyndin hennar Gunnu? Hún fann korkuhópinn á Facebook og gerðist meðlimur. Þar eru yfir 700 konur og margar þeirra hafa komið á dýrmætum tengslum, bæði gegnum hópinn á netinu og á korkuhittingum. Gunna setti saman rýnihóp með öðrum korkukonum til þess að fá endurgjöf á hugmyndina sína og viðskiptamódeli. Þannig fékk hún bæði í rauninni endurgjöf frá markaðnum en líka frá mörgum mismunandi aðilum með mismunandi reynslu og bakgrunn. Þetta var líka reynslunar Ingibjargar Grétu hjá Reykjavík Runway. Ég hef alltaf verið talskona þess að tala hugmyndirnar sínar og það var meðal það sem við gerðum mikið í hugmyndahúsinu að fá fólk úr mismunandi geirum til þess að hittast og fara yfir hugmyndir hvers annars og gefa feedback. Nú, ég í tengslanetti í netsamfélagi á Facebook sem heitir Korka, eða Korkur og við tölum mikið saman okkar hugmyndir og við deilum upplýsingum og hjálpum hver annari. Og þar kom upp svo hugmynd að gefa skotveiðileyfi á fyrirtæki sitt hugmyndafræðilega, hittast og fara yfir það, hvað betur mætti fara, hvort við getum tengt eitthvað fyrir hverja aðra og svo framvegis. Og ég bauð mig fram í fyrsta skotveiðileyfið. Og við hittum sem sagt nokkra núna, seinni part sumars, og fórum yfir það sem ég var að gera, það sem ég langaði að gera og þær pitchuðu inn viðbótum og fleiri hugmyndum og tóku þetta svolítið í gegn. Og ég fór langt út yfir minn þægindaramma sem var mjög gott og úr því varð að við settum á koppinn viðburðar vef app, ef maður getur kallað henni. Og það hef ég verið að vinna í samvinnu við fyrirtæki Mobilitus og það virkar þannig að ég með tískusýningu eða viðburð og gestir logga sig inn á vefinn sem í tengslu við þennan viðburð og þegar módelin labba inn og fatnaðurinn fer að streyma inn á sviðið að þá gerist það sama í símum eða spjaldtölum hjá gestum að viðkomandi fatnaður kemur upp og þú ýtir á að þið finnst þetta flott eða þið langi í þetta, þá fyrir það í körfu og í lok sýningar getur valið úr körfuninni hvort þú vilt kaupa þér allt eða kaupa þér einn fatnaður hvað það er og gengur frá og vestar á staðnum. Í gegnum Korku fann Gunna líka samstarfsaðila sem gátu unnið með henni í verkefninu og hún fekk líka mjög gagnlegar upplýsingar á síðunni. Konur virðast óhræddari við að spyrja heimskulegra spurninga ef þær eru í hópi annarra kvenna, en það líka mikilvægt að vera hluti af blönduðum hópi, eins og til dæmis hópnum íslenski frumkvölar á Facebook, en þær eru bæði kallar og konur í alls konar verkefnum. Gunni var bent á að nota LinkedIn til að komast í samband við aðila erlendis. Hún bjó til prófíl og hún fann nokkra hópa í sínum bransa þar sem hún kom á verðmætum tengslum. Þetta líka reynslan Huldu í FAFU. Við hefum notað LinkedIn og Facebook rosa mikið til þess að kynnast sérfræðingum og leikskólakennurum í Bretlandi sem við höfum síðan verið að vinna með. Við höfum gert það alveg í gegnum hópana eða grúppurnar á LinkedIn sem þá að fjalla ákveðin málefni tengd okkar málaflokki eða okkar vinnu og þar getum við tekið þátt í umræðum, lesið rannsóknir og annað sem fólk að deila áfram. Þarna hefur okkur tekist að kynnast fólki sem hefur virkilega hjálpað okkur að byggja upp okkar tengslanir í Bretlandi
og við höfum reynt að gera þetta mjög strategískt, þannig að við reynum að komast að hver skiptir máli, hver hefur einhver áhrif inn á markanum og reynt að kynnast honum og kynnast, eða henni, og kynnast fólki í kringum þá manneski. Þannig að við séum alltaf að byggja upp tengslaneti, við séum ekki að kynnast bara einhverju einum og einum og það kannski skili litlu sem engu. Það þarf einhvern veginn að byggja inn á grunn þannig að allir tengist og þá er svo miklu auðveldara að nýta tengingarnar. Við höfum líka notað svolítið Facebook og þar inni er rosa mikið af leikskólabloggurum sem eru svona leikskólakennarar og fræðimenn mjög framalega sem eru að gera tilraunir og eru að koma með eitthvað nýtt inn í leikskólaheimin í Bretlandi. Og það hefur líka verið rosa gaman, það er svona samskipti kannski sem við eigum í á hverjum degi og erum alltaf þeir deila myndum frá okkur, efni frá okkur, við deilum þeirra efni og það er svona miklu meira svona vináttutengsl heldur en kannski í grúpunum á LinkedIn. En bæði alveg rosalega gagnlegt og bara ótrúlegt tækifæri ef maður áttar sig á því hvernig þetta nýta svolítið strategískt og byggja upp í kringum það. Gunnar fann líka út á Twitter voru margir mikilvægir aðilar í hennar bransa, svo hún skráði sig þar inn og kom á tengslum, líkt og Rúna gerði. Ein góð saga virkni tengslanesins á Twitter. Kontaktaðileg sem ég með þar, ég kynntist á Twitter, deilir sömum áhugamálum og ég og vinnu, þar að segja við vinnum bæði við personal branding. Bað mig að taka þátt í bloggathoni með ásamt 29 öðrum aðilum. Útkoman úr því bloggathoni var rafræn bók sem allir þessir 30 aðilar eru nú að deila á netinu á sitt eigið tengslanet. Framhaldið af þessu bloggathoni var vídeóbloggathon þar sem að ég komst að því að bara vídeóið mitt náði tengslum til 250.000 manns innan við einum sólarhring. Allt þetta í raun og veru gefur mér meiri tækifæri á því að koma mér og því sem ég er að gera á framfæri. Það skiptir engu máli í sjálfu sér hvar ég er stödd í heiminum þegar ég er að vinna. Hlutin gerast í gegnum netið. Það eina sem ég þarf að vita er að hvar á hvaða tímabelti viðskiptavinurinn minn er. Því að það er raun og veru það sem allt máli snýst um. Það er viðskiptavinurinn minn og hvernig ég nálgast hann og ég geri það meðal annars með því að nota Twitter, með því að nota Facebook, LinkedIn og raun og veru með því að nota það tengslanet, alþjóðlega tengslanet sem ég byggt upp í kringum connectedwomen.com. Og málið bara einfaldlega þannig, við erum manneskjur, við tengjumst öðrum manneskjum og við sjáum það svo greinilega að þegar við sýnum þessa mannlegu hegðun og höfum áhuga á hvort öðru, þá er það sem tengslin myndast og verða að einhverju stærra og skemmtilegra. Það er mjög mikilvægt að vinna markvisst að tengslamyndun. Vita hvar veikleikarnir eru, hvar mann vantar fólk inn í teymið, hvort sem það kemur beint inn í teymið eða tengist manni óbeint og hvernig maður getur styrkt stoðirnar. Hulda gerði þetta til dæmis mjög markvisst. Það er rosalega mikilvægt þegar þú byrjar að pæla í svona tengslanetinu og hvernig þú ætlar að nýta LinkedIn eða Facebook eða aðra samfélagsmiðla á netinu til þess að byggja upp tengslanet að hugsa það svolítið vel fyrst og teikna það upp og skoða hvaða fólk það er sem mun nýtast þér að tengjast og hvernig þú getur líka nýst þeim á sama hátt. Það verður að vera svona win-win samband. Og við hefum notað svolítið bara að teikna tengslaneti alveg bara upp strategískt og setjum þá fólk sem við þekkjum mjög vel inn sem græna tengiliði, setjum svo inn gula tengiliði, það er svona fólk sem tengist þeim sem við erum að vinna að kynnast og tengist betur og svo erum við með þessa rauðu tengiliði sem okkur langar rosalega kynnast og eru svona kannski ekki alveg í okkar tengslaneti ennþá en við erum svona að byggja upp tengslaneti þannig að við getum tengst þeim betur og byggt þannig upp tengslaneti þannig að nýtist virkilega vel, sérstaklega eins og hjá okkur í Bretlandi sem er svona annað markaðsæði þar sem maður er ekkert með þetta tengslaneti sem maður er kannski með á Íslandi að því maður býr hér. Þannig að maður þarf svolítið sérstaklega fyrir erlenda markaði að hugsa þetta vel og gera þetta svolítið strategískt svo að skili tilætluðum árangri. Það gerði líka Vala Halldórsdóttir, önnur af þeim sem að vanna kvikmyndinni Startup Kids. Þegar við vorum að taka upp myndin okkar, Startup Kids, þá þurftum við náttúrulega að komast í tæri við fólk sem er oft ekki
rosalega þetta ná í, maður kannski sendir ekki alveg e-mail á stofnun og Dropbox og fær henni viðtal. Þannig að við þetta var mjög strategist hjá okkur. Við byrjuðum reynda fyrst bara að cold e-maila, svo ég sletti, sem ég mælu svo sem ekki með, nema setti mjög góðan tilgangi, þannig að við sendum bara cold e-maila fólk og fengum alveg rosa góð svör þar sem við vorum með góðan tilgang að ná til fólks á þeim tíma. Og svo leiðum við náðum einum, þá bara fundum við út nákvæmlega hvaða fólk þessi manneskja þekkti, hvert hann hefði tenginga við og svona, þannig að við bara, þegar við vorum búin að taka viðtölu manneskjuna, þá vorum við strax bara, heyrðu, já, ég veit að þú þekkir þennan, getur nokkuð kynnt okkur áfram og fólk svo ótrúlega viljugt að kynna þig áfram, þannig að það var yfirleitt minnsta mál. Þannig að við fengum eiginlega flest viðtöl og tengingar til þess að mynd í gegnum eitthvað slíkt, bara að biðja fólk sem þú þekkir nú þegar að kynna þig áfram. Þannig bara gengur þetta kalli og verður bara svona eins og snjóbolta áhrif. Við ætlum að ljúka þessu með nokkrum góðum ráðum frá góðum konum. Ef það væri eitthvað eitt gott handbært ráð sem ég geti gefið þeim sem að vilja og eru svona kannski að stíga sín fyrstu skref í að networka á netinu, þá það að spurja spurninga og leið vera duglegur í því að svara öðrum spurningum sem að koma þarna úti. Það svona kjörið til þess að fá athygli annara, að spurja og svo leið að svara einhverjum öðrum. Og ef það eitthvað sem ættir að varast, þá það tilkynningaskylda. Það nennir enginn að hlusta á sífellda tilkynningaskyldu sem að snýr bara að því hver ég og hvað ég hef fram að færa. Það bara einfaldlega leiðilegt og hver nennir að vera með leiðilegu fólki. Ekki ég. Ein svona skemmtileg saga sem að gerist fyrir 3 árum þegar ég eiginlega vissi bara ekkert hvað LinkedIn og svona ákast að skella mér í þetta og reyna að kynnast einhverju fólki og hafði sérstakann áhuga á að kynnast manni sem selur svona fair trade og lífrænar vörur á netinu í Bretlandi með mjög góðum árangri og með mjög stórt fyrirtæki sem heitir Ethical Superstore. Og ég sem sagt gat ekki senda honum tölvupóst og hann var ekki í mínu tengslanir, þannig að ég hafði engar leiðir til að tengjast honum. Þannig að ég ákvað bara að senda honum invite, en á því ég var ekki með e-mailið hans, ég var ekki með neitt sem að gat stutt það invite, þá takkaði ég bara við að við værum vinnufélagar eða colleagues. Og áttaði mér náttúrulega ekkert á því hvað þýðingu það hefur á LinkedIn og LinkedIn alveg þannig að þú tekur ekkert svona tilbaka. Þannig að ég skráði hann þarna sem starfsmann hjá Fafu, sem var alveg hræðilega vandræðalegt þegar ég fattaði hvaða merkingu það hafði í raun og veru. Því þarna var hann bara takkaður sem starfsmaður hjá okkur, svona maður sem reka mjög stórt fyrirtæki mjög lengi. Þannig að það var mjög fyndið og mjög vandræðalegt, en samt fannst honum það alveg líka fyndið og samþykkti alveg tengslabeiðnina, þannig að það var ekkert kannski eins hræðilegt og ég hélt í byrjun, en samt mjög mikilvæg áminningum að maður þarf að kynna sér vel hvernig miðillinn virkar og virða þær reglur sem eru settar, svo maður lendi ekki að líta út eins og fáti. Og hvar Gunna í dag? Gunna búin að meika það. Takk fyrir. Einhverjar spurningar? Sorry. Það engar spurningar.